Ég búin að vera fasteignasali í 20 ár og ég man alltaf þegar fyrsti kaupandi hringdi í mig frekar æstur vegna þess að ég var að selja honum ranga vöru. Hann hafði keypt af mér nýbyggingu, það var fyrsta nýbyggingin sem ég seldi og ég var tiltölulega ný í starfi og hann frá að kaupa gólfefni. Og hann hringir í mig og segir Ásdís, íbúðin miklu minni en þú seldi mér. Og ég held, hvað meinarðu? Það bara vantar 25 fermetrar, þetta á stór eign. Ég nefnilega að fara að kaupa gólfefni og ég búin að mæla upp íbúðina og hún miklu minni en skráði fermetrar segja til Og ég bara fekk áfall og ég hugsaði bara hvernig gat ég klúðrað þessu. Þannig að daginn eftir mjög svefnlausa nótt, þá hringdi ég fasteignamati ríkisins og spurði bara hvernig getur verið að íbúðin svona miklu minni. Og ég fekk mjög góða skýringar. Það þannig að fasteignamati ríkisins skráir eignir með öllum útveggjum, innveggjum og bara öllum veggjum sem í eigninni á meðan teikningar sína innanmál eignar. Og svona þegar maður hugsar sérstaklega á svona köldum mánuðum eins og núna, það náttúrulega kostur við erum að kaupa útveggina og milliveggina, nema hún sett mikið fyrir opin rými. Þannig að ástæðan fyrir því einföld, teikningar og opinberar upplýsingar eru ekki að sýna sömu tölunar. Ef þú hefur spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, sendu mig línu á ásdís@húsaskjól.is.